Heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég hef kosið að kalla þetta erindi mitt í dag skuggar hjálpræðis. Kannski svolítið undarlegur titill, en það kemur í ljós. En hefur einhver tíma velti fyrir þér hvernig safn rita eins og Biblían samin yfir meira en 1500 ára tímabil af yfir 40 mismunandi höfundum, allt frá nafnlausum hirðum til voldugra konunga, gæti flettast saman svo hnökralaust eins og að mynda eina sameinaða heild. Hvernig gátu spádómar sem voru sagðir á einu tímabili fundið svona nákvæma uppfyllingu í síðari atburðum, nema almættið væri að baki það allt saman og leiddi framvinduna. Mörgum nútíma lesendum finnst Gamla testamenti fjarlægt og óljóst, fullt af stríðum og átökum og ströngum lögum og reglum og helgisiðum sem virðast vera læstir í liðinni tíð. En það kemur þau ekki á óvart að sumir telli það úrelt eða óaðlaðandi, sérstaklega þegar það borið saman við boðskap Nýja testamentisins náð og kærleika og endurlausn. Jafnvel meðal trúaðra eru þeir sem forðast Gamla testamentið, þar sem þeir telja það of hart eða einfaldlega of erfitt að skilja það. En hvað ef við erum að lesa aðeins helmingina sögunni? Kristus sjálfur, eftir að hann hafði risið upp, setti ofan í við lærisveinana vegna vantrúar þeirra. Þeir vissu að gröfin var tóm, að hann var upprisinn og þeir voru sorgmæddir, þegar þeir hefðu átt að vera fullir af fögnuði. Við lesum það í Lúkas kafla 24. Tveir þeirra fóru þann sama dag til þorp nokkurs sem 60 skeiðrum frá Jerúsalem og heitir Emaus. Þeir ræddu sín á milli allt þetta sem gjörst hafði og það bar svo við að þeir voru að tala saman og ræða þetta að Jesús sjálfur nálgaðist þá og slóst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá, hvað það sem þeir ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði. Geturðu séð þetta fyrir þér? Þeir gengu og töluðu upprisu Krists og voru sorgmæddir. Enginn hafði þann heiður að hafa 2 rómverska hermenn standa við gröf sína og tryggja að ekkert óvænt gerðist. Rómverski herinn hafði meiri trú á upprisu Jesú en lærisveinarnir sjálfur. Lærisveinarnir gátu ekki trúa því að hann væri upprisi. Rómverjar sáu til þess að 2 hermenn stæðu vörð, að það sé engin möguleiki á óvæntri uppákomu. Og það fyrsta sem gerist á sunnudagsmorgni að steinninn rúllar aftur, hermennirnir eru farnir, konurnar fara inn og hann farinn. Hann ekki þar og englar birtast. Og þessi 2 lærisveinar ganga og það sem þeir eru að tala um. Þeir eru í raun að tala um það besta af öllu, upprisu drottins, og þeir eru sorgmæddir. Á þessari leið til Emaus mætir Jesús þeim og furða sig á því að þeir skuli vera svona sorgmæddir. Við höldum áfram í versunum 18-20 þar sem segir, annar þeirra Kleófas að nafni sagði við hann, þú ert víst eini aðkomumaðurinn í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Hann spurði þá, hvað þá? Og þeir svöruðu, þetta Jesú frá Nasaret sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líf. Hvernig æðstu prestarnir og höfðingjarnir vorir framseldu hann til dauðadóms og krossestu hann. Atburðirnir höfðu augljóslega ekki farið fram hjá neinum, því þeir furða sig á honum, að hann viti ekkert hvað hefur gerst. Guð sá til þess að allir gátu vitað, heyrt og skilið að eitthvað stórkostlegt hafi gerst, en þeir eru sorgmæddir. Við lesum áfram í versi 21-24. Við vonuðum að hann væri sá, leysa myndi Ísrael, en nú 3. dagur síðan þetta bar við.
Þess vegna voru þeir sorgmæddir. Þeir vonuðu að það væri hann sem myndi frelsa Ísrael. Vonir þeirra eru horfnar. Hann hafði brugðist væntingu þeirra. Þeir höfðu ranga sýn á Messías. Þess vegna eru þeir sorgmæddir. Og þeir segja, þá hafa og konur nokkrar úr vorum hóp gjört oss forviða. Þar fóru árla til grafarinnar, en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust enda hafa séð engla í sýn. En sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með oss voru, fóru til grafarinnar og fundu allt eins og konurnar hefðu sagt, en hann sáu þeir ekki. Það er svona eins og þeir hafi hálfpartinn verið að brosa út í annað og gera grín að þessum konum þegar þeir segja frá vitnisburði þeirra, eins og þær væri eitthvað klikkaðar. En þeir eru að tala ekki aðeins krossfestingu Krists, heldur upprisu hans. Hann er á lífi, en þeir eru sorgmæddir. Þá er það að Jesús segir við þá, ó þér heimskir og tregir í hjarta til þess að hvað? Trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Hvaða spámenn eru það sem hann er að tala um? Það eru spámenn Gamla testamentisins. Hann er að segja þeim að þessi spámenn vitnuðu Jesú. Saga Gamla testamentisins er saga Jesú áður en hann fæddist inn í þennan heim. Hverjar voru ritningarnar á þessum tíma? Það var Gamla testamentið. Okkur er ekki sagt nákvæmlega frá því hvað hann sagði, en það hefur verið áhugavert að fá að hlusta á þessa predikun. Þetta hefur verið mesta kennsla allra tíma. Hann sagði þeim allt á leiðinni, hann fór í gegnum alla ritningarnar, sjálfsagt allt frá fyrstu Mósebók, alla leið til enda, hvernig allt fjallar hann sjálfan. Sumir halda að Nýja testamenti sé fyrir kristna og Gamla testamenti fyrir gyðinga, en Jesús var gyðingur. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að það er nauðsynlegt fyrir trúaða að hafa skilning á Gamla testamentinu til að geta skilið Nýja testamentið. Margir kristnir falla í aðra hvora þessum tveimur gildrum, önnur er að dýrka Ísrael og hinn er að hafna algjörlega hlutverki Ísraels í ritningunni og halda að kirkjan hafi komið í stað Ísraels. Báðar eru augljóslega afleiðing vanþekkingar á ritningunum. Ísrael er kirkjan og kirkjan er Ísrael. Guð, hann á ekki tvær brúðir. Það er aðeins ein brúðir. Það er fólkið hans, hvort sem það er fyrir eða eftir meyjafæðinguna. En fólk spyr samt, hvers vegna kristnir þurfa að þekkja Gamla testamentið? Það er vegna þess að það fjallar allt Jesú. Eða eins og hann ítrekkar við lærisveinana í sama kafla í versi 44 þegar hann birtist þeim aftur og hann sagði við þá, þessi er merking orða minna sem ég talaði við yður meðan ég var enn meðaliðar, að rætast ætti allt það sem mig er ritað. Hvar? Í lögmáli Móse, spámönnunum og sálmönnum. Lögmálið, spámennirnir og sálmannir, það er allt Gamla testamentið. Það verður allt að rætast. Jesús kom ekki til að uppfylla aðeins hluta af því sem þar er skráð. Hann er Messías og allt verður að uppfyllast í honum. Og Jesús sagði, það er ekki bara í lögmáli Móse. Það er í spámönnunum og í sálmönnum. Allt snýst þetta hann. Hann er von okkar og fullvissa ekki bara Ísraels, heldur alls heimsins. Það hefur verið skrifað það og spáð og það kemur allstað fram í ritningunum. Gamla og Nýja testamentið eru ekki tvö ótengd bindi, heldur sem tveir áfangar í einni lifandi sögu, þar sem hver spádómur er fræ sáð í jarðveg sögunar og hvert verk Jesú er dýrleg uppfylling þess. Frá Adam til Krists, frá sáttmálörkinni til krossins, frá páskalambinu til Guðslams er allt samofið og að lokum miðar að einum tilgangi, endurlaust mannkynsins. Ef Biblían er í raun ein stór frásögn frekar en safn fornra rita,
þá verðum við að spyrja, hvaða aðferð gerir okkur kleift að rekja gullna þráðinn sem liggur í gegnum margar raddir hennar og bækur og sem spannar aldir? Hvernig lesum við fyrstu Mósebók og Opinberunarbókina, Jesaja, Jóhannes og Hebreabréfið, ekki sem einangraða vitnisburði, heldur sem flókna þræði í vefnaði Guðs? Svarið felst í að leyfa ritningun að túlka sjálfa sig, að leyfa seinni textum að varpa ljósi á fyrri og eldri lofurð að afhjúpa sanna þýðingu þeirra, ekki sem einangraða þræði, heldur sem hluti af stærri mynd. Við þurfum að koma auga á skugga og fyrirmyndir í ritningunum, sem aðferð sem þekkist á meðal gyðinga jafnvel sem kristinna manna. Skuggi í Gamla testamentinu meira en bara tákn. Það fyrirfram ákveðin fyrirboði, söguleg staðrend sem bendir fram á meiri uppfyllingu í Nýja testamentinu. Þannig mig langar að við skoðum hvernig Kristur birtist í lögmáli Móse, í spámununum og sálmunum. Páll segir okkur í Rómarbréfinu 5:14, samt sem áður hefur dauðinn ríkt frá Adam til Móse einnig yfir þeim, sem ekki hefðu syndgað á sömu lund og Adam braut, en Adam vísar til hans sem koma átti. Hér Adam ekki bara fyrsti maðurinn, hann spámanlegur fyrirboði, skuggi Krists sem átti eftir að koma. Síðari Adam, eins og Páll kallar hann síðar í 1. Korinthubréfi 15:45. Það vegna þess að Adam, það vegna hans sem við höfum dauða fyrir ólíðni. Kristur gefur líf fyrir hlýðni. Þetta mynstur endurtekur sig í gegnum ritningarnar. Móse, frelsari Ísraels, verður eins konar Kristur, ekki aðeins í hlutverki sínu sem milligöngumaður sáttmála, heldur einnig í nánu sambandi sínu við Guð, milligöngu sína fyrir fólkið og forustu í gegnum eyðimörkina til fyrirheitna landsins. En skuggar ná ekki aðeins til einstaklinga, þeir finnast einnig í hlutum, atburðum og helgisiðum. Páskalambið, sem bjargaði Ísraelsmönnum frá dauða í Egyptalandi, verður lifandi fyrirmynd Krists, hins sanna lamb Guðs, sem fyrir sitt blóð frelsar ekki aðeins frá líkamlegum dauða, heldur einnig frá eilífum aðskilnaði frá Guði. Eins og Jóhannes skýrari segir þegar hann sér Jesús. Daginn eftir sér hann Jesús koma til sín og segir, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Tjaldbúðin, fórnarkerfið, presthlutverkið, allt hefur þetta spámanlega merkingu og tilgangurinn að undirbúa mannshjarta til að skilja dýpt þess sem Kristur myndi gera í fyllingu tímans. Ekkert vers stendur eitt og sér. Í staðinn opinberast allt áform Guðs þegar við lesum Biblíuna og leyfum henni að tala með einni rödd yfir tíman. Hugleitu hvernig höfundur Hebreabréfsins byggir á Móse og Jeremía og sálmunum til að útskýra yfirburði nýja sáttmálans í Kristi. Hann skrifar, hefði hinn fyrri sáttmáli verið óafinnalegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan. Og heldur svo áfram að vitna í mörg vers í Jeremía 31, sem segir frá hvernig Guð vill rita lög sín á hjörtu okkar. Ekki aðeins til að staðfesta spádóminn, heldur lýsa yfir uppfyllingu hans. Þessar tengingar eru ekki tilviljunarkenndar, þær sýna dýpt guðlegrar og opinberunar. Sérstaklega birtist það í röð sáttmála sem móta alla frásögn frelsunarinnar. Sagan byrjar með Adam sem fær fyrsta sáttmálan í Eden og heldur áfram í gegnum Nóa þar sem sáttmálinn varveitir sköpunina, Abraham sem lofar blessun fyrir alla þjóðir, Móse sem ber lögmálið og miðlar sáttmálanum og Davíð sem lofað eilífu hásætti. Allir þessi sáttmálar sameinast og finna uppfyllingu sína í nýja sáttmálanum sem Jeremía spáði og Kristur kom á við síðustu kvöldmáltíðina þegar hann sagði, þessi kalegur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrirreiður úthellt. Hver sáttmáli byggir á þeim fyrri, víkkar út umfang loforða Guðs og opinberar meira frelsunaráform hans.
Sáttmálar við Adam, Nóa, Móse og Davíð benda allir til konunglegs Messíasar. Nýji sáttmálinn uppfyllir og útvíkkar þá, skrifar lögin á hjörtu og veitir aðgangað nærveru Guðs fyrir friðþægingu Krists. Þetta eru ekki mistök þar sem Guð þarf sífellt að byrja upp á nýtt, heldur stoðir þess sem koma skildi. Án þessa ramma getum við ekki alveg skilið hvers vegna Matteus byrjar Guðspjalli sitt með ættartölu sem tengir Jesú við Davíð og Abraham. En förum í 1. Mósebók 3:15 þar sem segir: og fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þín sæðis og hennar sæðis, það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Þó þetta hljómi eins og ljóð, þá er þetta grundvallar spádómur sem endur ómar alla reikninguna, mótar von Ísraels og bendir fram á viti Krists. Þessi spádómur er ekki fluttur til Adam og Evu, heldur höggormsins, Satan sjálf, strax eftir fallið. Uppbygging textans sýnir spennu sem mundi bergmála frelsunar söguna. Fjandskapurinn milli höggormsins og konunnar, milli sæðis hennar og hans sæðis. Þó að þetta vísi til áframhaldandi baráttu góðs og ills í mannlegri sögu, þá bendir þetta einstaka orðalag, það skal merja höfuð þitt, til einstaks sæðis. Sá sem myndi rísa til að veita Satan banvænt högg. Höggormurinn myndi merja hælinn, sársaukafullt en ekki endalegt, á meðan sæði konunnar myndi kremja höfuðið, sem er banvænt, sigurverk. Í gegnum Gamla testamenti bergmálar þetta loforð á bakvið hverja ættfræði, hverja sögu, hvert augnablik, þegar það virtist sem hið illa gæti sigrað, en gerði það ekki. Ættatölurnar í 1. Mósebók, sérstaklega kafla 5, þjóna ekki aðeins sem listar yfir nöfn, heldur sem þráður sem varveitir línuna sem hið lofaða sæði myndi koma í gegnum. Þegar Guð velur Abraham og segir í 1. Mósebók 12:3 að af því skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta, var hann að þrengja línuna. Nú vitum við að sæðið myndi koma í gegnum afkomendur Abrahams. Þegar Jakob blessar Júda í 1. Mósebók 49:10 og boðar: ekki mun veldisbrotin víkja frá Júda, né ríkisvöndurinn frá fótum hans, uns á kemur valdið hefur og þjóðirnar ganga honum á hönd, þá er okkur sagt að konungsættin myndi spretta úr þessari ættkvísl. Og þegar spámaðurinn Jesaja segir: því að barn er á svætt, sonur er á skefin, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kalla undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíða faðir, friðarhöfðingi í Jesaja 9:6. Það opinberar hann að sæðið er ekki aðeins mannlegt, heldur guðlegt. Þannig magnast eftirvæntingin með tímanum. Eins og Páll skrifar í Galatabréfinu 4:45: en þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn, fæddan af konu, fæddan undir lögmáli, til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli, og við fengjum barnarétti. Það að hann nefnir að hann sé fæddur af konu er ekki tilviljun. Það endur ómar beint úr 1. Mósebók 3:15 og leggur áherslu á að þetta sæði myndi koma frá konu. Meyjarfæðingin sem lýst í Matteus 1:22-23 sem uppfylling Jesaja 7:14 tengir þetta augnablik beint við loforðið og markar upp af tortímingar höggormsins. En orustan lauk ekki í Betlehem, hún náði hámarki á Golgata. Þegar Kristur var krossfestur, marði höggormurinn hæl hans og olli raunverulegan sársauka, raunverulegan dauða. En í upprisu sinni muldi Kristur höfuð höggormsins og veitti ekki aðeins Satan banvænt högg, heldur einnig valdi syndar og dauða. Åpenbarnabókin 12 býður upp á táknræna endursögn á þessu andlega stríði, þar sem kona klædd sólinni eignast barn sem drekinn leitast við að drepa. Merkingin er óumdeilanleg. Þetta er uppfylling á 1. Mósebók 3:15.
þegar alheims baráttan milli höggormsins og sæðisins nær hámarki og endar með sigri lambsins. Kirkjufeðurnir sáu þessa tengingu skýrt eins og Íreníus, hann skrifaði á annarri öld Krist sem annan Adam. Hlýðni hans tók máttinn úr óhlýðni okkar fyrstu foreldra. Þessi innsýn ekki bara vangaveltur, hún rótgróin í ritningunum, færist frá garðinum í Eden, þar sem dauðinn kom inn, yfir í garðinn, þar sem dauðinn var sigraður. Þannig að þegar við lesum 1. Mósebók 3:15 erum við ekki að lesa ólausan dóm eða dularfullt máltæki. Við heyrum fyrstu guðlegu stríðsyfirlýsinguna gegn hinu illa og fyrsta vonarvottin til fallins mannkins. Þetta eina vers inniheldur sæði alls fagnaðar erindisins sem þróast í gegnum söguna þar til sá dagur þegar sæði konunnar, Jesús Kristur, reis sigur sæll upp úr gröfinni. Frá þessum tímapunkti verður hver atburður í ritningunni skrefi nær því að kremja höfuð höggormsins, hápunktur frelsandi vonar sem ekki hægt að þagga niður. Næst langar mig að sýna þér hvernig Móse var einnig vegvísir sem benti á stærri frelsara og hvernig mynstrin sem voru sett í eyðimörk í Ísrael voru ekki tilviljunarkennd eða heldur spámanleg og biðu þess að rætast í hinum eina sanna milligöngumanni milli Guðs og manns. Sagan sprettur úr frumstæðu lofurði í Eden og færist 15 aldir að sléttum Móab, þar sem Ísrael stendur tilbúið við ána Jórdan. Móse flytur loka ræðu sína, vitandi að hann mun brátt klífa Nebófjall til að deyja. Og þá huggar Móse órólega þjóð með loforði sem nær langt út fyrir líftíma hans. Í 5. Mósebók 18:15 segir Móse: Spámann mun drottinn Guð þinn uppvekja meðal þín af bræðrunum þínum, slíkan sem ég er. Á hann skulu þér hlýða. Þetta yfirlýsing Messías sem koma skal. Síðar vísar Pétur orðrétt í þennan texta í Postulasögunni 3:22 þegar hann skilgreinir Jesú sem uppfyllingu þessas spádóms. Í versunum sem koma eftir varar hann við að sá sem hunsar þennan spámann mun svara Guði beint. Orð hans hangir yfir sögu Ísraelsins og þrömu ský, ósýnilegt en alltaf til staðar, á meðan kynslóðir leita af þeim sem mun í senn líkjast Móse og fara fram úr honum. Til að skilja dýpt þessa spádóms verðum við fyrst að rifja upp hvað gerði Móse einstakan. Hann var varðveittur sem barn frá dauða, mætti Guði í brennandi runna, framkvæmdi kraftaverk. Hann stóð frammi fyrir Faraó og guðum Egyptalands, klauf Rauðahafið, steig upp á Sína í eldi og skýi, fékk lögin sem skrifuð voru með fingri Guðs, bað miskunn yfir uppreisna líð þegar þeir áttu skilið útrýmingu. Hann hafði einstaka nánd við hinn almáttuga. Því það ekkert lítið verkefni að vera spámaður eins og Móse. Það krefst óviðjafnanlegs valds, kraftaverka krafts og styrks til að standa auglitist við Guð. Allt Gamla testamentið endurómar þetta loforð en ósvarað. Jósúa sigrar Kanan en talar aldrei við Guð eins og Móse gerði. Samúel vígði konunga en gefur ekki nýjan sáttmála. Elía kallar eld af himni en hverfur í hvirfilbyl án þess að frelsa Ísrael. Loka textinn í 5. Mósebók 34:10 birtir þetta skýrt, þar sem segir: En eigi reis framar upp í Ísrael annari spámaður og Móse, drottinn umgekkst augliti til auglitis. Ritningin sjálf viðurkennir tómið og hvetur lesandan til að halda áfram að horfa og leita. Öldum síðar hafði væntingin þroskast á fyrstu öld þegar að prestar og levítar spyrja Jóhannes skýrara í Jóhannes 1:21: Ertu spámaðurinn? Með ákveðnum greini. Það beint
bein tilvísun í þessa 5. Mósebók 18:15. Og Jóhannes neitar því og beinir augum þeirra að öðrum. Stuttu síðar mettar Jesús 5.000 í eyðimörkinni og undrandi mannfjöldinn hrópar: Þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Mannfjöldinn sér þetta kraftaverk sem merki þess að hann sé spámaðurinn sem Móse bauð að kæmi. En endaleg yfirlýsing kemur fram í Postulasögunni 3. kafla þegar Pétur, sem predikar og vitnar í 5. Mósebók 18:19 orðrétt og segir: Móse sagði, spámann mun drottin Guðar uppvekja yðar af bræðrum yðar eins og mig. Á hann skuli þeir hlýða í öllu hann talar til yðar. Og sérhver sá sem hlýður ekki á þennan spámann skal upprættur verða úr liðnum. Allir spámennirnir Samúel og þeir sem á eftir komu, allir þeir sem talað hafa, boðuðu og þessa daga. Með því tilkynnir Pétur að langþráði spámaðurinn sé kominn og að nafn hans sé Jesús. Hliðstæðurnar eru áberandi og margþættar. Eins og Faraó vildi taka líf Móse, elti Herodes Jesúbarnið. Þegar Móse kom úr Egyptalandi gerði Kristur það einnig og uppfyllti Hósea 11:1 þar sem segir: Og frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Báðir gerðu sáttmála sem innsiglaður með blóði. Móse stökkti blóðinu yfir altarið á meðan Jesús lyfti kalegnum og lýsi því yfir að þessi kalegur er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úttelt. Móse fer upp á Sínaí í 40 daga, Jesú þolir 40 daga freistingar í eyðimörkinni. Móse miðlar lögum sem dæma synd, Jesús hann er holdgerfingur náðarinnar sem bætir fyrir það. Að lokum lyfti Móse bronsorminum svo hann deyjandi geti lifað. Jesú lýsti yfir að eins og Móse hóf upp höggormin í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn. Hver texti er meðvitaður þráður sem teygir fyrsta frelsara Ísraels við hinn endanlega frelsara heimsins. En skugginn er aldrei meiri en fyrirmyndin. Þar sem Móse gat aðeins gengið inn í jarneska tjaldbúð, þá gekk Kristur eins og Hebreabréfið 9:24 staðfestir ekki inn í helgidóm höndumgjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Móse sá dýr Guðs í brennandi runna, en Jesús er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans. Móse breytti vatni í blóð í dómi, Jesú breytti vatni í vín í gleðilegri blessun. Þannig ræti spádómurinn ekki eingöngu með endurtekningu, heldur með uppfyllingu. Jesús er eins og Móse en samt óendalega stærri. Að skilja þessa uppfyllingu breytir því hvernig við lesum bæði testamentin. Mósebækurnar verða inngangur sem gefur þráðinn. Guðspjöllin verða að hápunkti opinberunarinnar sem uppfyllir það. Lögmálið sem áður þrumaði finnur nú rödd sína í fjallræðinni þar sem spámaðurinn sjálfur segir: Þér hafið heyrt að sagt var, en ég segi yður, og talaði með valdið sem aðeins en guðlegi löggjafi getur krafist. En endalegi tilgangur, frelsun frá ánauð, finnur endalega tjáningu sína í frelsun Krist frá synd og dauða. Með höfuð höggormsins þegar dæmt til ósigurs og hinn stærri Móse nú opinberaður, getum við skengst inn í framtíðina og séð hver hinn endalega niðurstaða verður. Í Opinberunarbókinni 22 lesum við: Og hann sýndi mér móður lífsvassins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og Lambsins. Þarna er áin aftur komin, eins og lýst er í 1. Mósebók 2:10. Á miðju stræti borgarinnar beggja vegna móðurnar var lífsinstré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Við munum öðlast aðganga lífsins tré
sem okkar fyrstu foreldrum var meinaður aðgangur að. Og engin bölvun mun framar tilvera, og hásætti Guðs og lambsins mun í borginni vera, og þjónar hans munu honum þjóna. Bölvunin sem kom til við syndafallið hefur verið fjarlægð. Þannig sjáum við hvernig öll ritningin, Gamla og Nýja testamentið, er samofið í einni frásögn frá upphafi til enda. Amen.